Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Fjármál Reykjanesbæjar hafa verið eitt stærsta verkefni sem að ný bæjarstjórn hefur verið að eiga við undanfarin 2 ár. Og núna nýlokið viðræðum við kröfuhafa og ný fjárhagsáætlun afgreidd á bæjarstjórnarfundi sem var í gær. Hjá mér Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri. Velkomin Kjartan, og við ætlum aðeins að ræða þessi fjármál sem hafa verið náttúrulega málana hjá þér og ykkur undanfarið. Geturðu útskýrt til að byrja með hvað þessar samningaviðræður við kröfuhafa Reykjanesbæjar fjölluðum og svona helstu upphæðir? Já, sko ég verð að fara aðeins aftur í tíman, en árið 2012 þá tóku í gildi ný sveitarstjórnarlög í landinu. Þar sem sveitarfélögum var gefinn ákveðinn frestur eða 10 ár til ársloka 2022 til þess að koma skuldum sínum í það horf að þær næmu ekki meira en 150% af árlegum tekjum sveitarfélagsins. Þetta heitir skuldaviðmið, þetta hugtak og þessi mælikvarði, og það voru nokkur sveitarfélög á Íslandi á þeim tíma sem voru með talsvert mikið hærri skuldir heldur en þetta hlutfall átti að hljóða upp á, og Reykjanesbær var eitt af þessum sveitarfélögum, og menn hafa verið að vinna í þessum málum víða land frá þessum tíma, frá 2012, og gengið ágætlega, en við vorum kannski það sveitarfélag sem vorum hvað skuldsettast og höfðum svona bröttustu brekkuna að klífa, má segja, og sáum ekki fyrir endan á því að við getum verið komin undir þetta 150% skuldaviðmið í árslok 2022 nema að ná einhverjum þeim samningum við lánardrottna okkar sem við köllum kröfuhafa, þá sem við skuldum peninga eða leigu skuldbindingar annað inn í framtíðina. Og við þyrftum að endursemja við þá. Og fyrst þegar við hófum þessa viðræður fyrir 2 árum, þá var staðan hér á okkar svæði önnur og verri heldur hún nú. Þannig að við sáum ekki fram á annað en að við þyrftum að fá talsverðar niðurfellingar og afskriftir frá þessum kröfuhöfum okkar. En svo eftir því sem ástandið hefur batnað, að þá hefur við snúið okkur meira að skilmálabreytingum og svona tilfæringum á greiðslum og slíku, og eru núna komin með plan sem við teljum að hjálpa okkur mjög mikið í það átt. Og þetta plan við annan stóra aðiland sem eignarhaldsfélagi Fasteign, sem við skuldum fyrst og fremst kröfuhöfum þess félags lán og leigu í rauninni næstu árin. Við erum með langa leigusamninga og skuldum þessu félagi og kröfuhöfum þess 14 milljarða. Já, 14 milljarða. Við erum ekki að tala um að lánin hafi verið lækkuð, eða hvernig getur útskýrt þetta? Nei, höfuðstóll lánanna hefur ekki verið lækkaður, en vextir verða endurskoðaðir og hvernig við greiðum inn í framtíðina, og við munum skipta því félagi til dæmis upp í 2. Annars vegar það eignir sem við getum starfsemi okkar og lögboðinna verkefna vegna alls ekki verið án. Það eins og grunnskólar og fleiri mannvirki og leikskólar og fleiri sem við verðum að hafa, og síðan verður stofnað annað félag utan aðrar eignir sem Reykjanesbær hefur verið að leigja, sem eru ekki fyrir lögboðin verkefni sveitarfélaga, og við munum stytta þá leigusamninga og þar með skuldbindinguna og hugsanlega setja eitthvað af þeim eignum á sölu og losa okkur eða losa þau út úr fasteign. Þannig að þetta léttir bæði af upphæði skuldana ykkar og skuldbindinga. Já, sem hjálpar ykkur að ná þessum viðmiðum sem þarf að ná. Akkurat. En hver einhver ein niðurstaða sem þú getur sagt okkur frá úr þessum viðræðum, og þeim lokið? Já, viðræðum við þennan hóp kröfuhafa sem eru bankar og þrotabú eins föllnum bankana líka. Þær niðurstöður liggja fyrir, og nú förum við bara í að útfæra nákvæmlega þessi samningsdrög. Þannig að þetta var annar 2 stærstu hópana sem við þurftum að ræða við,
það komið og svona í megindráttum en það talsverð pappírsvinna, við þurfum að gera nýja lánasamninga, við þurfum að svona vinna talsverða pappírsvinnu eitthvað fram á næsta ár í því, endur skjölun og allt það, en það nú meira svona bara handavinna, en síðan eigum við eftir nokkra svona smærri og meðal annars kröfuhafa Reykjaneshafnar, við höfum eftir að ræða við þá, en það var þegar við hófum þessa vegferð fyrir 2 árum, þá var það sem sagt skilyrði að hálfu kröfuhafa sem við vorum að ræða við fyrst að jafnt myndi yfir alla ganga. Allir myndu taka jafn mikinn skerf. En eftir því sem að málinu hefur svo undir fram og við sjáum að við erum ekki að fara að taka miklar afskriftir, að þá hefur það breyst. Þannig að nú erum við að semja við í rauninni hvern og einn, ekki kannski hvern og einn kröfuhafa en svona hvern og einn hóp kröfuhafa. Það var talað, einhvern tímann heyrðist þú tala 6 milljarðar væri eitthvað sem að þið voruð að vonast til þess að ná fram lækkun, þannig að það ekki alveg beint þannig. 6 milljarðar og 350 milljónir. Sko við þurfum að lækka okkar skuldbindingar þá tölu og við erum að vinna í því og það mun takast með þessum aðferðum sem ég nefndi áðan, meðal annars lækkun vaxta, meðal annars sölu eigna og svona hliðrun á ýmsum þáttum sem tengjast þessum lánasamningum. Þannig að við hefum þá trú að við munum ná þeim árangri þegar allt búið, en á móti kemur að inn í þeirri tölu eru stórir kostnaðarliðir okkar, eins og til dæmis bygging nýs grunnskóla sem við sáum fram á þá og sjáum fram á nú ennþá betur að við þurfum að hefja framkvæmdir við og fjölgun leikskólaplássa og ýmislegt fleira og við erum að setja þau verkefni í gang líka á næsta ári. Hvaða þýðingu hafa þessar niðurstöður svona fyrir bæjarfélagið? Þið munið ná þessu skuldaviðmiði sem eru 150% og svo þið hafið verið með auknar álögur á bæjarbúa og aðhaldi í rekstri og uppsagnir og starfsmannamál og annað. Hvernig reiðir þessu af? Sko, þessu reiðir þannig af að þó að við séum að ná þarna mjög mikilvægum áfanga í viðræðunum, þá málinu ekki lokið og við þurfum að halda áfram að sýna mikið aðhald og velta fyrir okkur hver einustu krónu. Það má, ef ég má nota myndlíkingu, sko, þá má segja að við höfum verið fyrir haus í vatni, ef það myndlíkingin, sko, að þá búið að stilla kannski vatnsyfirborðið svona hingað núna. Þannig að nú náum við andanum og við getum svona farið að hreyfa okkur aðeins og svo það okkar þá að reyna að komast aðeins ofar og upp úr. Og þar erum við, því að þeir voru ekki tilbúnir til þess að taka einir á sig skellinn eða afskriftirnar, en við fórum í þessar aðgerðir sem þú nefndir, hagræðingu í rekstri og slíkt og það hefur gengið mjög vel og þó að það hefur tekið á og verið erfitt oft á tíðum og þá hefur árangurinn ekki látið á sig standa, þannig að rekstur sveitarfélagsins svona mun eðlilegri og betri núna heldur en hann hefur verið langt skeið. Nú það nýbúin að ganga frá fjárhagsáætlun til næstu ára. Getur þú svona komið með örstutt brot úr henni? Já, bara, þú veist, við höldum allir í grunnþjónustu og öllum svona þeim lögbúnu verkefnum og því sem við erum eigum að gera og viljum gera, við höldum því öllu saman og það hefur verið keppikefli okkar að geta haldið góðu þjónustustigi. Við erum til dæmis að fara í framkvæmdir í götum og við ætlum að taka borgarveginn í gegn vestanmegin Njarðarbrautar. Það eru stóra framkvæmdir að skipta alla lagnir og allt það. Þannig að við munum sinna viðhaldi gatna, við munum halda áfram að styðja við íþróttahreyfinguna og við munum halda öllu þessu og sinna opnum svæðum og gera allt það sem við höfum verið að gera, en þó þannig að við veltum hverju einustu krónu fyrir okkur. Og þannig til dæmis styrkur til barna og félagsstarf barna sem var 7.000 krónur per barn var hækkaður svo í 15, núna áætlaður eða reikna með að hann lagt til að hann verði 22.000 krónur á næsta ári. Þannig að hvatagreiðslur barna, ég var búinn að gleyma hugtakinu, það hvatagreiðslur,
heitir það 22.000 krónur. Þannig að við ætlum að halda áfram bara á þessari braut sem að Reykjanesbær hefur fetað langt skeið og gera þetta þannig úr garði að bæjarbúar geti unna sáttu við sitt þó að við séum á sama tíma svona í mjög þröngu aðhaldi má segja. En nú hljóta að vera að koma inn miklu meiri tekjur eða ekki? Jú, tekjur eru nefnarinn í brotinu, það að segja þessu skuldaviðmið sem var að segja áðan, þetta brot sem að þessi skuldir eru fyrir ofanstrik og tekjur fyrir neðan, tekjur eru að aukast, en sko tekjur aukast með auknum íbúafjölda og hærra atvinnustigi og þar alveg meira útsvari sem aðaltekjustofn sveitarfélaga og það má segja að það sé svona línulegu vöxtur í því, en kostnaðurinn hann kemur svona í þrepum, það við getum nýtt innviðina lengi upp á ákveðnu marki og tekjurnar vaxa á móti og þá verður til hérna gott bil þar sem að tekjurnar hafa vaxið en kostnaðurinn ekki eins mikið og það er það sem að gerast hjá okkur núna. Svo þegar við ferum að byggja skóla og fjárfesta eitthvað, þá fer kostnaðurinn tímabundið upp fyrir tekjurnar og þá myndast mínus í rekstrinum. Og þar erum ég held að við séum að komast alveg á þá línu núna. Við þurfum að fara að fjárfesta í nýjum skóla, við þurfum að fara að fjárfesta í fleiri leikskólaplássum og fara í svona fleiri innviða fjárfestingar. En á meðan að við erum ekki komið þangað þá njótum við góðs af því og þess vegna er áætlun næsta árs til dæmis bara mjög góð og við erum að reikna með 12% framlegð út úr kerfinu og við erum líka að ná öðru mjög mikilvæga markmiði sem er sko jafnvægi í rekstri á hverju 3 ára tímabili þá gera þessi sveitarstjórnarlög sem ég var að segja frá eða fjármálareglur þeirra ráð fyrir því að á hverju 3 ára tímabili þá verði sveitarfélagi verið plús. Það þýðir að þú mátt verið mínus í 2 ár ef að 3. árið er svo með meiri plús heldur en hin 2 voru með mínusinn til samans. Þannig að á hverju 3 ára tímabili er reksturinn jákvæður. Og við erum að ná því núna í fyrsta skipti í mjög langan tíma og sjáum fyrir okkur á næsta árum að það verði þannig. Hvenær er stefnan að ná þessu viðmiði sem við þurfum að komast niður í? Við ætlum bara að ná því 2022, fyrir árslok 2022 og allar okkar áætlanir miða að því. Því náttúrulega horfið ekki lengri en það er náttúrulega bæjarstjórnarkosningar eftir rúmt ár. Já. En það er sama það, menn horfa náttúrulega á það eftir þennan tíma, þá eigi að reka sveitarfélagi náttúrulega alltaf undir þessu viðmið. Já. Þannig er bara komið nýtt prógram í gang fyrir sveitarfélagi. Það er bara nákvæmlega þannig, en að því að þú nefndir bæjarstjórnarkosningar og það, þá vil ég sko taka það fram og nota tækifæri hér og bara lýsa yfir ánægju minni með þá samstöðu sem hefur ríkt á meðal bæjarfulltrúa og innan bæjarstjórnar Reykjanesbæjar á þessum erfiðu tímum. Og ég held að ég geti fullyrt að í 95% mála hafa bæði meiri hluti og svo minni hluti verið sammála mikilvægi og þær aðgerðir sem farið hefur í. Auðvitað hafa komið upp einhver núningur og mál þar sem menn hafa ekki verið alveg sammála. En heilt yfir hefur þetta gengið vel og það hefur munað okkur gríðarlega miklu að þurfa ekki að vera að eyða miklu púðri í að takast á innbyrðis eða tala nú ekki ef að sveitarfélagi íbúar þess hefðu svo skipst í 2 fylkingar og með og móti þessum aðgerðum og slíkt. Það hefur ekki sem betur fyrir komið upp. Þannig að ég vil líka nota tækifæri kannski og þakka íbúanum bara fyrir. En við munum þurfa að vera með útsvarið álag og útsvar 1 ári viðbót. Þannig að næsta árið 2017, það er hluta þessu samningum við kröfuhana, þá verður álagið, útsvarið verður 15,05% en frá 1. janúar 2018 þá verður þetta auka álag fellt niður og þá verður útsvar aftur í Reykjanesbæ eins og það er víðast hvar annars staðar eða 14,52. Þannig hafa bæjarbúar náttúrulega lagt sitt í þetta verkefni? Heldur betur. Og hvernig finnst þér svona umræðan hafi verið í kringu það, bara þokkaleg? Hún er búin að vera þokkaleg, já, og margir haft orð á því að þeir skilji stöðuna og sagt sem svo, já við getum svo sem ekki ætlast til að einhver annar borgi þetta, við komum okkur í þessa stöðu og við verðum þá að koma okkur út úr henni. En svo vissulega eru líka hinn sjónarmiðin og menn hafa sagt bara að þetta væri okkur og vitleysu og við ættum að skera bara allt niður og loka öllu sem við getum lokað og hætt bara öllu en við teljum hins vegar að samfélagins okkar sem er 16.500 manns að verða og 5. stærsta sveitarfélag landsins og það verður að bjóða upp á ákveðna
grunnþjónustu ákveðin standard bara. Til þess að sé lífvænlegt hérna. Eitt af svona hita málunum sem að spila nokkuð stóra rullu í skuldum Reykjanesbæjar var einmitt eignarhaldsfélagið Fasteign. Og það hefur gegnum tíðina verið mikil umræða þetta málefni í bæjarstjórn og sitt sýnis hverjum meirihluta sem að vildi þetta og minnihluta sem var yfirleitt á móti eða allavega hluta á honum. Nú ert þú búin að vera svona á kafi í þessu máli með að finna nýjan flöt á þessu dæmi. Hvernig svona þegar þú horfir á þetta núna, geturðu sagt okkur, þú veist, þetta var tóm þvæla eða þetta var alveg í góðu lagi á sínu tíma, hvernig myndið þú meta þetta dæmi, þetta risastóra verkefni Fasteign sem að í rauninni átti að gjörbylta mörgum málum hérna og gerði það vissulega en kannski endaði frekar illa? Já, sko, ég verð aftur að fara svolítið langt aftur í tíma því ég var bæjarfulltrúi í bæjarstjórn Reykjanesbæjar þegar þetta var innleitt á sinn tíma. Og þá var þetta samþykkt með 10 atkvæðum af 11. Þannig að það voru 10 bæjarfulltrúar sem sögðu já. Það var bara mikill meirihluti með. Það var einn sem satt hjá og það er ég. Og ég er ágætlega ánægður með það ákvörðun og hef alltaf verið af því að hefði ég samþykkt þetta þá væri nú erfitt að vera annaðhvort að vinna gegn því að tala gegn því, skilurðu. Og ég ætla ekki að gera það. Ég skil það að menn vildu prófa nýja leiðir og ég skil svona hvað menn voru að hugsa. Það sem að gert var samt þarna á kannski sínu tíma sem að eftir á er auðvelt að sjá að var rangt eða ekki rétt leið. Það var til dæmis að hafa helminginn af fjármögnuninni og því öllu saman í erlendum lánum sem að fóru svo eins og allir vita upp úr öllu valdi á sín tíma. En það er búið að endurskipuleggja félagið núna en það segir kannski mest félagið sem á sínu tíma samanstóð af mörgum eigendum og mörgum aðilum, bæði sveitarfélögum, bönkum, mjög traustum og góðum stofnunum á sínu tíma. Það segir tvennt. Í fyrsta lagi að menn höfðu trú á þessu þá, en í dag er bara einn aðili í félaginu, það er Reykjanesbær. Hinir eru allir farnir út úr því. Og þar að leiðandi bæði skuldir þeirra og eignir. Þannig að fasteign er í rauninni bara fasteignafélag utan þessar grunnbyggingar Reykjanesbæjar sem að við svo aftur skuldum þá eða fasteign skuldar kröfuhöfum sínum marga milljarða króna og það snýst málið. Þannig að við... Það var ekkert annað að ræða en bara taka þetta inn í... Nei, við í rauninni... Þið eigið þetta bara? Setjum bara upp með það. Það er engin annar þarna og við verðum að taka það félag inn til okkar og stýra því núna og áætlunin sem vorum að samþykkja í gær, hún gengur út frá því. Þannig að við erum búin að taka það inn í reksturinn hjá okkur. Voru kröfuhafar erfiðari í samningum út af, við getum sagt, betra atvinnuástandi og jákvæðara umtali og allt svona á betri veg hér í þessu bæjarfélagi Reykjanesbæ. Já, bara núna undanfarna 1-2 árin, þá má segja að það var orðið mjög mikil uppsveifla. Þetta er vissulega örugglega ekki hjálpað Reykjanesbæ í þessum viðræðum. Sko það... Ef hægt er að segja það. Það sem að ég er búinn að læra í þessu er það að leið og menn eru búnir að samþykkja að afskrifa eða lækka eða breyta einhverju, þá er það orðið að samkomulagi. Þá eru menn búnir í rauninni að gefa það eftir. En á meðan þeir segja ekki já, við ætlum að eða samþykja einhverja tilteknar aðgerðir, þá er það ekki orðið að samningi. Og það er svona hefur verið mín upplifun í þessu að menn hafa einst lengi og þeir gátu forðast að segja já, af því að þar með er samningurinn komin á. Og þeir hafa bara unnið sína vinnu ágætlega fyrir sitt bakland og þá hagsmuni sem þeir eru að verja og gæta. Og þetta við höfum verið að togast á þetta aftur og baka áfram. Þeir voru með sína ráðgjafa og alls konar sérfræðinga á sínu snærum eins og við. Og þannig að ég skil þá skupil, en ég ætla ekki að segja að það hafi verið óbilgjarnir eða dónalegir eða allt á harðir eða eitthvað slíkt. Það er ekki, þeir voru bara að vinna vinnuna sína alveg eins og við vorum að vinna vinnun okkar. Og ég hygg að báðir aðalega séu núna jafn ánægðir og óánægðir eftir hvernig á það er litið með þennan samning og það hlýtur að vera bara það ágætur samningur ef að báðir eru svona jafn sáttur.
Hversu stórt verkefni þetta búið að vera, þessar samningaviðræður hjá þeir sem bæjarstjóra og ykkur í bæjarstjórninni þegar við öll tekið þátt í þessu? Þetta búið að taka, má segja, mikinn meirihluta tímans og orkunar hingað til og ég segi nú kannski ekki 100% en mikið meirihluta tímanum og það verður ágætis tilbreyting að geta farið að horfa til annara verkefna núna þegar þessi hluti samningaviðræðnanna er frá. Við eigum eftir að semja við kröfuhafa Reykjaneshafnar og við förum í það núna eftir áramótin að klára þau mál. Það eru komna svona ákveðna hugmyndir sem við þurfum að vinna bara betur úr og þá ætti Reykjanesbær að vera, þá ætti sko vatnið að vera komið hingað, skilur, þannig að við getum andað og farið að hreyfa okkur og halda áfram og nýta þau tækifæri sem að liggja hann úti og bíða okkar. Og kannski aðeins skemmtilegri tími framöndan fyrir ykkur að geta að fara að snúa ykkur meira að einhverju öðru heldur en að skulda þrasi. Já, þú gefur þér að þetta hafi verið leiðilegt, ég heyri það á spurningunni, en þetta er búið að vera mjög lærdómsríkur tími, en mjög lærdómsríkur og ég held að við séum bara öll svolítið reynslunni ríkari og hvað þetta varðar og nú getum við þá farið að beina sjónum okkar að öðrum verkefnum og mikilvægum eins og uppbyggingu hér innan bæjar hjá okkur og í sveitarfélaginu okkar og Suðurnesjunum öllum og til þess að eins og ég sagði til að grípa þau tækifæri sem að liggja í loftinu í tengslu við mikla uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli og tala nú ekki þessar umdeildu framkvæmdir hér út í Helguvík og þetta kallar allt saman á mikla vinnu og mikla pælingar og við getum vonandi bara að fara að helga okkur þeim. Segir Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbær, þökkum honum fyrir spjalli hér í sjónvarpi Víkurfrétta. Takk fyrir okkur, verið sæl.